Trump eins og hann Evrópa að setja einhverja verndartolla, Noregur brjálast, við erum einhvern veginn líka reið en einhvern veginn skrítið. Rússar eru náttúrulega ennþá í Úkraínu, eru mögulega að fara að fá einhverja samninga sem eru lélegir fyrir Úkraínu. Margar svona þjóðir eins og við var fjallum áðan sem að við erum að sækja olíu til sem að eru kannski ekki endilega okkar mestu bandamenn. Ég hugsa þetta líka út frá svona öryggissjónarmiði og pæli því líka að núna náttúrulega þegar Noregur fékk sína olíu þá var það mikill, liðsauki í því þegar að Rússar réðust inn í Úkraínu. Allt sem þú segja líka, líka rök fyrir hröðum orkuskiptum, sko. Já. Ættum við ekki bara að gera bæði? Jú. Það ekki? Þannig að við erum peppaði fyrir olíu. Ég nefnilega sko að ég vissi ekki hvernig þú myndir koma að þessu út af því að ég hef heyrt þig tala þetta á ýmsum sviðum og þú svona ert í svona hálfkvæðinu vísum. Mér finnst gott að heyra samt að þú sért tilbúin allavega í það að leyfa öðrum að sjá hvort að það sé eitthvað úr þess að hafa út af því að það gæti náttúrulega líka orðið til þess að við erum að fara að búa við töluvert betri lífskjör hérna á Íslandi og að auka öryggismál okkar í okkar heimsálfu vil ég meina sko. Peppaður. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.